I'm the rocket man. Rocket man, burning out his fuse up here alone. Þetta var nú alveg þokkalegt hjá þér, Rocket Man við útskrift og mikil tímamót svona hjá þér. Já, náttúrulega þetta lag, ég var að horfa á Rocket Man myndina sjálfa og ég bara, ég verð að spila þetta lag á útskriftinu minni. Tók það. Vel gert og varstu búinn að æfa þetta? Já, ég er búinn að æfa það nokkuð mikið. En þetta eru stór tímamót hjá þér, útskrifast sem stúdent á 2 árum. Það frekar sjaldgæft. Hvernig fara menn að því? Það bara massa skipulag og metnaður í námið, taka fullt af áfengum fjarnámi og sumar. Sumarskóli líka? Já, og svo var ég náttúrulega í pólskuprófi og í tónlistarskólanum sem hjálpaði mér mjög mikið með að útskrifast á 2 árum. En hvernig var svo veturinn í vetur? Það hefur verið svolítið stíft prógram, ég var að læra og þú búið að gera meira en það út í tónlist og einhverjum íþróttum? Já, það bara númer 1, 2 og 3 er skipulag þegar maður er í svona mörgu. Svo maður fær tíma í allt til að læra, fara á æfingar og spila á hljóðfærið sitt og fara á æfingar í því líka. Hvað ertu að gera meira en að stunda tónlist og hafa verið í framhaldsskóla? Ég er líka í fótbolta en í Keflavík í öðrum flokki, spila fótbolta. Þannig það er út að segja að sé nóg að gera hjá þér? Já, það mætti segja það. Og hver stefnirðu? Ég er að fara núna í háskóla í haust, í HÍ, í verkfræðilega eðlisfræði. Ég stefni á það og halda áfram í tónlist og fótbolta. En þá er það yngri bróðurinn, Jakob. Þú ert 12 ára gamall en ert á fullu í tónlist líka og í námi. Hvernig þarft þú að skipuleggja það svona líka eins og bróður þinn? Nei, ég er ekki eins og bróðir minn. Ég er bara píanó. Bara píanó. Þannig að áhugasviðið þitt er í tónlistinni, ert í fótbolta eða ykkur öðru? Ég var í fótbolta en ég hætti. Við höfum mjög góðar heimildir fyrir því að þú kunnir sitt lítið af hverju í píanó. Ertu búinn að æfa, eða ertu búinn að vera að læra það lengi? 3 ár. Já, ég byrjaði í 3. bekk. Og hvert stefnirðu? Leitar hugurinn að verða tónlistarmaður? Já, ég vil vera píanókennari í framtíðinni. Ok, og hvað var það sem að leiddi þig út í píanóið? Ég veit það ekki. Það bara, ég vildi prófa að spila á píanó. Ég vildi spila á gítar eins og bróðir minn, en ég bara fór í píanó. Nú eru þið pólskir að uppruna en hafið búið alla tíð á Suðurnesjum. Hvernig hefur það svona verið? Það fínt. Ertu meiri pólver heldur en Íslandingur? Þetta erfið spurning? Já, bara 50-50. Það er gaman að sjá hvernig þið hefur svona náða, já, þið eru náttúrulega bara, eins og við segjum, heimamenn þó að þið séu með, já, pólska foreldra eða ekki, þannig að þið eru mjög ánægðir með lífið hérna. Já, ég myndi allan daginn kalla mig Keflvíking, alltaf heimamaður. Hvernig sér þú framtíðina fyrir þér? Já, bara fara í háskóla í þessa verkfræðilega eðlisfræði, klára þar og við erum að gefa út plötu með hljómsveitinni næsta ári og svo við tveir að gefa út eina plötu bara sjálfur, klassíska plötu, bara rocktónlist. Það held ég bara næstu markmiðin. Og þú eru þið saman í hljómsveit þetta? Já, við erum saman í hljómsveitinni. Ég þurfti að hafa hann með, það var bara ekkert, það er bara ekki hægt að sleppa honum. Það er svo góður, efnilegur. Hvað heitir hljómsveitin? Hann heitir Demo. Sjáðu hvert við höfum náð, endalaus eftirsjá.
hérna í fyrra og hitti fyrra á svona sérstakri pólskri hátíð, menningarhátíð sem að það sem var verið að vekja athygli á innflytjendum á Suðurnesjum og þið voruð að tróða upp þar. Er ungt fólk, innflytjenda dugleg að svona stunda félagslíf, íþróttir og nám? Algjörlega, sérstaklega í tónlist. Maður sér oft bara mjög marga pólska nemendur í þenni tónlistskólum. Það mjög mikið að tónlistarkrökkum sem eru frá Pólandi. Það rík hefð þarna í Pólandi fyrir tónlist? Já, sérstaklega klassísk hljómsveit. Tónlist, það mjög mikil hefð. Og þar kemur þú sterkur inn, Jakob, eða ekki? Já. Hvað, hefurðu meiri áhuga á klassíkinni heldur en poppi eða einhverju slíku? Þú ert í Bítlabænum Keflavík, Reykjanesbæ. Já, mér finnst bara klassísk tónlist betri en pop og rock tónlist. Ég sem líka klassísk tónlist. Þú ert að semja klassíska tónlist? Já, ég að semja. Og hvaða grunn þarftu að hafa í rauninni til þess að gera það? Þegar þú ert kannski, já, þú ert bara búin að vera í 3 ár í tónlistarnámi? Ég bara skrifa niður og... Þú ert með í blóðinu? Já. Ég hjálpaði nokkuð mikið líka. Nei. En hvernig hefur þér fundist að alast upp hérna á svæðinu? Bara marga íslenska vini og pólska vini líka. Bara marga vini. Þannig að þú ert alveg mjög sáttur þetta? Já. Hvernig finnst þér svona andinn vera hjá Pólverjum og innflytjendum hérna? Nú eru margir sem að vinna til dæmis í flugstöðinni eða í flugtengdum störfum. Finnur eitthvað svona, ég veit að þú ert ungur maður og annað, en finnur eitthvað anda svona? Eru fólki með áhyggjur? Jú, það allir með áhyggjur. Það bara jafn mikið af öllum. Bara mjög svipað af öllum, myndi ég segja. En bjartsýni samt svona sem að ríkir hjá fólki? Já, það alveg mikið bjartsýni, en það alveg miklar áhyggjur á svona hvort maður fær starfið eða ekki, allir tilbaka. Þannig að heldur að sé hluti af því að mennta sér vel eins og þú stefnir á að gera, það sé svona lykillinn af framtíðinni? Ekki endilega, það bara, maður fer bara sína leið, maður kemst á toppnum bara með sinni leið, myndi ég segja. Þú getur kannski verið frægur tónlistarmaður. Já, það alltaf hægt. Jakob, ætlar þú að verða bara einbinda þér að því að verða góður kennari eða langar þig að verða frægur píanisti? Mér bara langar að vera bæði. Já. En svona, var þetta ekki svolítið, þetta hefur verið svolítið stíft prógram hjá þér á veiru tímum, fjarnám, eitthvað sem að hafi ekki þurft að gera áður og annað. Þannig að var þetta ekki svolítið stíft prógram að klára stúdentinn á 2 árum? Já, það reyndi náttúrulega að skipulega ennþá meira, að skipulegja sig að læra, náttúrulega maður ætti að læra allt heima og gera náttúrulega fótboltinn datt út meira út. Við gerðum útiæfingar, bara fengum prógram og tókum upp bara á símanna hvað við gerðum mikið og sendum á þjálfarann. Það tók náttúrulega minni tíma heldur en mæta æfingar og þannig, en námið var stíft þá líka. Með hverjum ertu að spila fótbolta? Með Keflavík.
bara í ljósi stjarna